Þetta eru árlegir jólatónleikar Kammersveitar Reykjavíkur og við leggjum mikið upp úr þessum tónleikum. Þetta er fastur punktur í starfi sveitarinnar. Já, og mörg ár. Hvað ertu búinn að spila á mörgum tónleikum? Ég var fyrst í jólatónleikum 81. Kannski er okkar hjátrú að vera bara í rosalega dragfínum jólafötum. Svörtu síðu og flaueli. Og við spilum barokktónlist, alveg gullfallega barokktónlist. Uppáhaldið okkar er hugsanlega Corelli jólakonsertinn. Það er kannski það verk sem að Kammersveitin hefur spilað oftast. Oftast, kannski. Hvað ert þú búinn að spila það oft? Ég er búinn að spila nokkrum sinnum allavega. Frábært verk, mjög jólalegt. Algjörlega, þá komast allir í jólaskap og við ætlum að enda á því núna á tónleikunum 10. desember. Endum á jólakonsertinu. Og missandi hluti af tónleikaferlinu er að það er jólaboð eftir tónleikana. Já, einmitt, við erum að skilja það. Mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt hluti af. Já, við eiginlega fastum, svo eru tónleikarnir, svo kemur jólaboð og þá kemur alveg jólaskinkan mjög sterk inn í búðinni. Við leggjum bara allt í þetta, bara hjarta og sál.